Já, blessaður Halldór, takk kærlega fyrir að koma til okkar hérna í Rauðan raunveruleika. Takk fyrir búið. Við þekktumst nú einu sinni svona allan á lauslega mikið á Facebook og svona þegar Panama-skjölin voru að koma og þegar Píratar voru fyrst að fara inn í borgarstjórn. Já, mikið gróska í pólitík þá. Mjög mikið að gerast þeim, það voru eftirminnilegi tímar. Ég man sérstaklega að kom einhver franskur blaðamaður ungur svona blaðamaður sem var búinn að fylgjast með mótmælunum í kringum Panama-skjölin og var einmitt í Tortuga höfuðstöðum Pírata á Fiskislóð, held ég hann hafi verið þá. Já, gamla, já. Og hann var að taka viðtöl við okkur sem og svo sá maður að hann fór sjálfur og spurði Bjarna Ben svona út í Panama-skjölinu og ekkert óæskilegt að þú sért þarna og eitthvað og Bjarni svona fussa. Það var ekki mér hress, ekki alveg svona annur aðgangsþörkunni. Það var hrikalegt. En þú varst fyrsti Píratinn til að vera kosin inn í eitthvað svona embætti, eða ekki? Ekki eins konar embætti. Ég er fyrstur í borgarstjórn, en Píratar fara fyrst inn á þing ári áður, 2013. Það sem að þau eru 3. Og þú varst einn þar í alveg 4 ár? Já, heilt kjörtímabil, já. Svo sagði það gott. Og ég man ekki alveg, hver voru svona helstu stefnumálin sem að þið settu á oddinn þar til að byrja með og hvernig fór það svona að vera? Helstu stefnumálin voru að opna bókhald borgarinnar og auka gagnsæi og svona auka vægi upplýsingatækni. Það gekk allt saman mjög vel og svona ein ástæða þess að ég ákvað að segja þetta gott var að mér fannst ég hafa uppfyllt svona mín helstu markmið áhugamál. Einmitt, já. En svo erum við líka með svona ríka áherslu á réttinda og velferðarmál sem eru kannski stærri og meiri pakki, þannig að við náum kannski aðeins að pikka í það. Við náðum þessum svona umbótum sem að ég held að allir sem að taka undir eða vilja lýðræðislegt samfélag og opið samfélag að við viljum gagnsæi í stjórnsýslunni allri og svona. En hvernig fórstu út í þetta? Hvaðan kemur þetta? Ef maður fer allalega aftur þá eru foreldrar mínir báðir stjórnmálafræðingar með doktorsgráðu, þannig að ég er mjög uppalinn í pólitík og umræðu og hugsa pólitík. En hafði aldrei haft áhuga að taka þátt, ekki svona flokkspólitískt, þangað til að Píratar koma á sviðið. Ég heillaðist mjög mikið af þeim og ekki bara, og kannski eiginlega ekki aðalega vegna út af þessar áherslu á internetið og þessi uppruni sem að náttúrulega úr baráttu Pirate Bay og fyrir netfrelsi, heldur líka til dæmis að heillaðist af málflutningi Helga Hrafns kynferðisbrotamál. Þarna var, sem nú reyndar daglegt brauð, það hefur nú aðeins skánað kannski í seinni tíð, en það var langt tímabil það sem voru alltaf að koma mjög skrýtnir dómar í kynferðisbrotamálum sem að vöktu hneykslan, og mér finnst Helgi Hrafns tala sérstaklega svona vel og skynsamlega um einn þeirra sem að snerist það var fólk sem að veittist að manni, fólk í ykkur gengi, held að það hafi verið Hells Angels eða eitthvað þess oftar, sem að veitist að honum og eru sem sé þetta handrukkun eða bara liður í þeirra starfsemi. Og einn þeirra þeirra setur puttan upp í erndaþarminn. Þeir kannski átt að setja tryggjarliðurinn á þetta, en allavega. Ekki filtrar hérna lugulega. Og dómurinn sem að viðkomandi fær að þetta hafi ekki verið kynferðisbrot. Heldur bara einhvers annars konar árás, af því að kynferðisbrot sé bara mjög þröngt skilgreint, sé bara þetta fall ekki þar undir, og lögunum var breytt í kjölfarið af þessu, að minnir annarkvort að lögum hafi verið breytt eða þá lagatúlkun hafi verið skýrð betur, þannig að þetta var skára í framtíðinni, en minnir síðan, þetta kom svolítið síðan, ég þurfti eiginlega að stærja þetta tíminn flýgur, en konan sem að var arkitektin að löggjöf sem að var nýbúið að setja, sem svona umbætur á kynferðisbrotalöggjöfinni steig fram og sagði þetta bara ekki enda þeirra. En þetta var svolítið langur útúrdúr, en allavega þetta var eitt af því sem að
Mér fannst líka benda til að Píratar væru kannski að spá í bara meiru en þessu netfrelsistæmi. Já, einmitt. Já, manni fannst það líka á þessum tíma, þá fannst mér ekkert annað að vera að frétta svona úr þingheimum eða úr stjórnmálahreyfingum bara á Íslandi. Það var svona eiginlega eina sem að manni fannst verið í boði. En ef við förum svolítið í einmitt Pírata hugsunina, hver myndur þú segja að væri svona aðal hugmyndafræðilegu atriðin sem að Píratar komu með? Sko í grunninn þetta netfrelsið. Þetta náttúrulega sprettur upp úr sænskri hreyfingu, sænsku Píratarnir verða til. 2009 minnum mig, allavega stutt áður en íslensku eru stofnaðir sem 2012. Og þeir eru sprottnir upp úr þeim farvegi að Pirate Bay náttúrulega sænskt fyrirbæri. Upphaflega það reyndar búið að flakka vísvegar heimina því að það alltaf verið að loka þessu og myrruraðir hingað og þangað. Og þeir eru sprottnir upp úr þessari hugsun að það sé í rauninni ekki hægt að stjórna netinu, sé ekki hægt að loka á netið og að svona aðgerðir sem hafa verið gripið til meðal annars hérlendis eins og að nota DNS-síur til að loka ákveðna afkima netsins sé að gangi algjörlega gegn anda þess, gangi gegn upphaflegu hugsunar internetið sem að það að hlutir eru bara aðgengilegir. Ef ykkur vill hafa hluti uppi, þá eru þau bara uppi. Og svo náttúrulega bandast inn í þetta líka svona mjög svona hugmyndafræðilegar pælingar höfundarétt og hvernig þú framfylgir honum á netinu og hvernig svo staðreind að það ekkert mála að afrita og deila upplýsingum stafrænt. Hvernig það samrýmist þessum gamla hugsanahætti það að það ákveðin aðili sem hefur rétt af því að dreifa ákveðinu efni, hefur engarétt. Það tiltölulega auðvelt að framfylgja því þegar þetta efnislegt eins og plötur og annað og þú getur aldrei komist hjá því að þú getur afritað það, en það mjög erfitt þegar það ekkert mál að þú þarft ekki einu sinni að eiga neitt fysiskt, getur bara deilt þessu. Mér er ekki eins mikið sem þetta þú getur framkalla segjum netbókina, þú getur prentað hana óendanlega mörgu sinnum í svona netformi og deilt inn út allt. Og það sem að Píratar og aðrir í svona netfrelsisfólk var að segja, þetta leysist að sjálfu sér þegar fólk gert auðvelt að nálgast efni. Og það hefur ræst að mjög mörgu leyti. Við sjáum streymisveitur og tónlistarveitur og annað. Það er miklu minna að tala núna en áður hvað svona stuldur og efni sem ekki vandamál á netinu. Já, manni finnst vera svolítið lítið það, en er það kannski að aukast núna þegar streymisveitunar eru orðnar svona margar með Disney Plus og Netflix og hvar sem þetta sækja það, Já, ég sá mýmum daginn það sem að það snakkaður með sjóræningja hatt og sem að leggur hann til hliðar af því að Netflix ekki komið, svo komar fullt af öðrum veitum og svona þegar hann dustar ríkið eitthvað sælgamli vinnur. Já, nákvæmlega. Þegar maður farin að þurfa maður vill einn þátt hérna og einn þátt þarna og bara reikningurinn fyrir að vera svolítið himinhár. En þetta er mjög falleg hugsun og ég man einmitt þegar maður var sjálfur svolítið í Píratastarfinu einmitt þetta höfundaréttin og hugsun að leysa úr læðingi alveg sköpunarkraftin, að leyfa fólki að nota allt bara til þess að búa til nýtt. Þannig að þú tekur lag eitthvað og breytir því aðeins og ert komið með eitthvað nýtt lag sem samt að byggja mjög mikið á gömlu lagi og eins að hann eitthvað myndir eða eitthvað. Þetta finnst mann einmitt mjög góð hugsun. Það gera þetta allir að byggja á ykkur öðru og svo bara spurning hvað línan En svo ef maður tekur til dæmis hugbúnaðargeirann þá er farið að stunda það að kannski taka út einkaleyfi á mjög einföldum hlutum, mjög basic hlutum eins og þessi aðferð við að leyfa fólki að vera með kannski innkaupakörfu sem eitthvað sem er kannski ekkert mjög erfitt að finna upp á. En svo kemur ég á fyrstur með þetta og þannig að ég tek einkaleyfið. Og hluti ástæðan fyrir því að stórfyrirtæki gleypa önnur. Það er ekki bara til að eignast tæknina og afnema samkeppnina, heldur líka til að fá einkaleyfin. Þá geta þið bankað upp að hjá ykkur minni aðeilum. Við erum hérna með einkaleyfi á þessu hér sem þið eru að nota.
þið annarkvort borgið okkur, ja, við bara gleypum ykkur. Það hrikalegt. Þannig að þetta getur verið liður í svona samþjöppun, sko, tól til að... Er þetta ekki líka einhvers konar svona kerfisleg skekkja í hagkerfinu okkar þar sem að við fáum ekki að nota bestu tæknina sem er til staðar? Ertu ekki að segja mér einmitt að ef Amazon er með eitthvað svona shopping cart tækni og hún er bara einföld en hún er mjög skilvirk að það má ekki nota hana? Jú. Annað hvort getum ekki notað eða þá bara stóra aðilarnir er einu sem eiga það. Já, einmitt. Og við sjáum rosa mikið hvað samþjöppun hefur verið gríðarleg bara á síðustu kannski 10 árum á netinu. Þetta eru bara fáein risastór plattform. Þannig að þetta er bara amerískur kapitalism að styrum. Alveg sko, hreinræktaður. Samþjöppun er orðin einmitt alveg gríðarleg. Kannski minnir á svona byrjun 20. aldarinnar með olíurisana alla og svona. Og hvernig eins og það er sagt úti sko big tech, hversu influential það er orðið. Já, og maður sér svona vísi að því að það er svolítið að gagnrýna þetta í Ameríku en stundum er þetta á svolítið skrýtnum forsendum eins og íhaldsmenn eru oft það er verið að rítskoða okkur sérstaklega þannig að við þurfum að taka á því sko, þannig að samþjöppun er ekkit vandamáli í sjálfu sér, það er bara reglunar finnst þeim ósanngjarnar. Svo sjáðu þið fyrir sig kannski ef að Elon Musk myndi koma, hann er þetta hættu við að kaupa Twitter, þá er það allt í lagi af því að hann myndi vera með þeim í liði. Sko. Góði kallinn. Vandamáli er kannski ekki hver á þetta eða hverja reglunar eru heldur bara hvað er mikil samþjöppun og hún er bara vond í eðli sínu. Samþjöppunin? Já. Mér minnir þetta var ekki þegar Píratar buðu ekkert tímann held ég hinga lagfræðiprófessor frá Bandaríkjunum sem minnir mig Lawrence Lessig. Lessig er með. Og hann var einmitt að vara gegn þessu það ekki bara frekar snemma, svona 2000 og eitthvað, og það mætti ekki samþjappa netinu of mikið. Einn af mörgum, sko. Hann er náttúrulega hefur mikið stúderað sko íslensku stjórnarskrána og verið talað mjög fyrir henni. Og það er eitt baráttumál sem að íslenskir Píratar tóku strax upp. Eitt sem að svona sér einkennir okkur. Og náttúrulega málefni sem að er ennþá í fullu gildi, það hefur verið að koma inn bráðum 10 ár frá því að þjóðaratkvæðagreiðslan var haldin. Ekkert að sjá hér, bara move along. Þannig að þetta eru svona þessi nethugsjón og svo í rauninni bara hlutir sem að þóttu rosa róttækir að þyrfti að taka fram sérstaklega eins og upplýst stefna, gagnrýnin hugsun, eins og birtist í þessari gagnrýni Helga Hrafns á þennan dóm, sko. Þannig að þetta er kannski minna rosa hugmyndafræði en meira bara hvernig hugsaður hlutina og hvernig við nálgumst hlutina. Sko. Og kannski að reyna líka sportna við svona, eða reyna að hafa áhrif á þróun internetsins. Já, akkurat. Og svo er inn í grunnstefnunni til dæmis svona atriði eins og að sko vernda hina veikari fyrir ofurríki hina sterku. Það er svo grunnurinn að gagnsæi, af því að gagnsæi beinist af þeim valdameiri, sko, þeim sem eru í valdastöðum. Þannig maður sér stundum sko bæði viljandi og óviljandi stundum verið að rugla þessu saman við sko persónuvernd. Spurst sko af hverju getum við ekki haft bara full gagnsæi og til dæmis hvað fólk er að fá í sko velferðarkerfinu. Og þú mannst tala eftir Tony Ómósmálinu sem að fylgdi Hannabirni. Nei, reyndar ekki, nei. Sko Hannabirna hrökklaðist frá af því að það var hælisleitandi eða umsækjandi alþjóðlega vernd, sem maður kallar það. Einmitt, já. Sem að hópur fólks var að berjast fyrir. Það kemur alltaf regla upp að það koma ykkur í sýslúsið sem að er verið að vísa úr landi eða eiga á hættu á því og þá fer almenningur af stað og fer að mótmæla. Og í þessu tilfelli þá brást ráðuneytið við með því að sko leka því út að hann væri undir lögreglurannsókn sem að var reyndar víst ekki einu sinni alls kostar rétt sko. Og þetta var birt í fjölmiðlum og var síðan svaka skandall af því að þetta er náttúrulega bara brota á persónuvernd. Og leiddi síðan til þess að aðstofamaður Hönnubirni, hann Gísli Freyr, hann steig fram og tók þetta á sig og sagði af sér en það dugði ekki til að bjarga Hönnubirni þannig að hún sagði af sér líka. Sko.
fólk krafðist þess að ráðherrann tæki ábyrgð á ráðuneyti sínu og gerðum þess. Svona eitt af fáum skiptum sem það tókst. Já, einmitt, því miður. En sem sé að þarna í kringum þetta þá fóru sumir eitthvað að baula að af hverju ætti ekki að vera gagnsæi í þessum málum eins og öðrum og af hverju Píratar ætti ekki gagnsæi og svona. En þetta náttúrulega ekki gagnsæi, sko. Gagnsæi snýst aðgerðir stjórnvalda og hinna valdameiri. Það snúast ekki það að valda aðilar sem að búa yfir einhverjum upplýsningum sína skjólstæðinga ákveði bara að leka þeim út af því að þeim finnst einhver umræða óþægileg. Það bara lögbrot, en það var Gísli Freyr dæmdur. Akkurat, það var ekki snú. Eða hvort að hann játaði á sig sök og Þeir ekki að tala fyrir því að lögreglan fái forvirkar rannsóknarheimildir og geti skoðað allt sem í símanum okkar og svona. Þannig að tala meira að ráðuneytin séu með opnir hvað þau eru að gera á aksturskostnaðurinn. Já. Það eru valdaðilar og það sem að þeir eru að eyða peningum í. Þannig að línan svolítið þarna. En svo hinn hliðin í grunnstefninu einmitt friðhelgi einkalífs sem bara annað yfir persónuvernd. Snýst að vernda hérna valdaminni gegn ofsóknum hérna valdaminni. En færum okkur svolítið þá yfir í hvað finnst þér sósíalisma í svolítið víðum skilning? Ertu hlynntur því að í auknum mæli að við reynum að lýðræðisvæða framleiðslueiningarnar? Já, ég mjög hrifinn af því, Ég einmitt akkurat í víðum skilningi, þá ég hrifinn af sósíalisma og finnst það mikilvægt afl. Og sérstaklega í nútímanum, þá hefur hinn hliðin einhvern veginn verið rosalega dóminarandi. Hérna á Íslandi, mér finnst þessi svokallaða nýfrjálshyggja sem að mér finnst alveg gagnleg greiningatól. Mér finnst hún vera sterkari hér en við annars staðar og kannski sterkari en við áttum okkur á. Við sjáum að til dæmis á húsnæðismarkaðinum. Hérna einhvern veginn bara algjörlega meginstreims skoðun að markaðurinn er bara ráða þar. Já, núna 10-15 árum setna, það verður verra. Nákvæmlega, akkurat, og og þá reynt að finna einhverjar ástæður eins og bara Reykjavíkurborg ekki nú duglega að dæla út lóðum, það bara flöskuháls þar og alls konar svona furðulegar, hugmyndir sem að ráðast ekki að rótinni, Af því að húsnæðismarkaðurinn er ekki eins og til dæmis matvælamarkaður. Húsnæði er algjör grunnþörf. Og þú getur ekki skipti út fyrir eitthvað annað. Ef það verð til dæmis á korni eða einhverju tegund af matvælum hækkar rosa mikið, þá getur þú komist af með því að skipta yfir eitthvað annað. Það er mikið framboð. Og þetta er líka náttúrulega eitthvað sem þú ert að neyta bara mjög reglulega. En húsnæði er eitthvað sem að þú átt alltaf og verður að eiga. Og þú getur ekki skipti út fyrir neitt annað nema flytja aftur til foreldrana, það ekki allir sem hafa kostað því. Já, eða heimilislaus í tjaldi eða eitthvað svoleiðis. Og plús það að það tekur rosalega langan tíma að framleiða húsnæði. Það svarar ekkit auðveldlega ef það kemur umfram eftirspurn. Það gerist ekki strax. Þannig að svona rökin fyrir því að hið opinbera sé svolítið með puttana í þessu. Og mér finnst það sama ef við kannski út af aðeins öðruvísi en samsvipuðum aðstæðum ef við skoðum heilbrigðisþjónustu. Þetta er ekkert alveg sömu markaðir. Og líka er ekki svo að bara þjóðhagslega, ef maður skoðar þetta svona í stóru myndinni að þá almennt heilbrigðiskerfi og almenn heilbrigðiskerfi almennt í Evrópu, Danmörku hérna á Íslandi að þau eru mun skilvirkari en það sem við erum að sjá í Bandaríkjunum með þar sem þarf heilbrigðistryggingar frá vinnuveitanda eða þarf að kaupa það sjálfur að Bandaríkjunum er að eyða ríkið sjálft að eyða meira í heilbrigðisútgjöld og fólk. Já. Þannig að þetta er alveg svona, það meikir ekki sens fyrir nema þá sem er að græða á stöðunni. Já, það er áhugaður punktur þessu tengdu í þessu McKinsey-skýrslunni sem var gerð á rekstri Landspítalans sem að hægri menn nota stundum til að réttlæta sína skoðun að Landspítalinn sé svo óskilvirkt rekin sem á sér nú mjög litla stóð í skýrslunni sjálfri. En ef maður skoðar hana þá sér maður til dæmis að það er talað beint út að einn af þátturinn í þeirri óskilvirkni sem er til staðar fyrir utan undirfjármögnun, þeir tala beinlínis það. Það er það að
læknar í svo miklu mæli með stofur út í bæ og að skipta störfum sínum á milli þess að vera hjá Landspítalanum og vera síðan kannski hlutastarfi í einhver stofu út í bæ þar sem að þeir eru bara rukka það sem þeim sýnist og þetta leiðir til þess að þeirra faglega starf inn í Landspítalanum líður fyrir þetta. Akkurat. Teymisvinna, rannsóknir og bara það sem allt sem að fylgir því að hafa sko lækna í fullu starfi á staðinu. Og býr til eitthvað svona það sem að þú tekur þetta í tvennt þar sem að læknarnir eru annarkvort að vinna í einhverju svona á einhverjum einkastofum eða á Landspítalanum eða eru mitt að gera bæði. Já. Og þar leiðandi eru undir meira álagi og þess að þar. Já, mér finnst ýmislegt í sósíalismann mega ágætlega við í dag og er náttúrulega bara grunnurinn af því kerfi sem við búum við í dag. Og það takið sem sjálfsögðum hlut. Þetta sjálfsögða, ef við væri með alveg óheflaðan kapitalisma, þá væri bara barnaþrælkun og endalaus vinnuvika, engin frí. Endalaus vinnuvika. Ég held að það sé engar ríkir. Einmitt, en það lýðræðisvæðing einmitt sem kannski Richard Wolff, frægur amerískur hagfræðingur og marxisti, hann talar að Marx hafði þegar hann að koma upp og í háskóla og svona, þá hann mjög mikið aðdáðandi frönsku byltingarinnar sem að lofaði bræðralega og jöfnuði og frelsi og svona og hann sér á sínum tíma nokkrum áratugum seinna að þú getur kosið flokka til að stjórna ríkisstjórnum og annað en þegar þú kemur á vinnustæðinni þá þið bara stjórnað 100%, þú hefur ekkert að segja það vanalega hierarkía þar. Þannig einmitt þessar hugmyndir að einhvern veginn auka vald annarkvort verkalýðshreyfinganna eða starfsmanna beint inn á vinnustæðinum einhvern veginn og einmitt eins og Richard Wolff talar og fleiri svona á vinstri vengnum að í staðinn fyrir að þú ert alltaf bara með fjármagnseigendur sem ná að skipa sem sagt stjórnir fyrirtækjanna þá er verkafólkið sjálft með allavega, þú veist, helmingin af stjórnendum í fyrirtækinu geta kosið hann upp eða svoleiðis. Já. Og ég held að BMW sé að gera þetta í Þýskalandi og það verðist ganga mjög upp bara. Ok, ég sé þetta til. Já, það er ágætt að hafa svona dæmi til að geta bent á. Já, nákvæmlega. Og mótorinn oft, þetta hefur aldrei gengið upp nokkur staðar. Já, manni finnst það náttúrulega að vera rosa innfelding, sko. Já. En eitt sem við átt sameiginlegt líka er að við höfum bara verið mjög hrifnir af Alan Watts og hann var trúarbragðafræðingur sem hann fór í Japan eða ekki og Kína og hann var Já, út alla Asíu hann er breskur og hann fæddur hann dáinn 73, hann ekki verið fæddur 1919 og hann var prestur í bresku biskupakirkjunni á tímabili og menntaði guðfræðingur í Bretlandi. Ég held að það hafi verið þegar hann kom til Ameríku og kynnti þessum hippaströmmum og svo náttúrulega líka með því að kynnast Austurlöndum að hann hafi aðeins víkkað sjóndillað hringinn. Fyrir fólk sem veit ekki einmitt þá er hann kannski, hann stundum bendlaður við það að hafa svona kynnt vestrinu fyrir svona austræni heimspeki og trúarbragðafræði. Já, allavega einn af þeim stóru sko, sem átti þátt í því að hann var svo góður í að brúa þessa heima. Hann þekkti algjörlega vestrænu hefðina og guðfræðina þar og gat svona tala tungumál sem að fólk skildi. Og hann var mikið í útvarpinu þegar ekki og fyrirlestari sem eru teknir upp þannig að það er alveg ógrynna efni á netinu sko talandi. Þessir elstu með það sem hann að teikna upp myndir af yin-yang og svona útskýra þessi svona grundvallar hugtök, þau eru mjög góð. En svo nú reyndar heyrt hann hafi kannski, það er náttúrulega engin fullkomin og maður ætti aldrei að hitta hetjurnar sínar eins og við sagt sko. Hann hafi verið alkoholisti og svona ýmislegt sko. Það var alveg með bresti, klárlega. En er það ekki eitthvað píratahugsun að taka hugmyndum hvaðan sem að koma sama hvað það koma, taka þær á sínum eigin gildi. Hann hafði margt að segja og sagði það vel, klárlega. Nákvæmlega. En hvað er það svona helst að myndir að segja svona í sennspekinni eða svona austrænu hefðinni sem að við getum kannski lært af að tilenga okkur? Já. Þetta er stór spurning. Sko náttúrulega þetta praktíska er til dæmis hugleiðsla. Það er eitthvað sem er aðgengilegt fyrir alla og þarf ekki mikla metafísing í kringum eða útskýringar. Ég hef núna hugleitt
hálftíma á dag, ég sleppi sjaldan út degi síðan 2015-16 og finn alveg þegar ég sleppi því, vil ég bara illa ef ég sleppi degi, þannig að ég vil helst ekki gera það. En svo eru svona hugmyndir eins og sko svona ákveðin svona hugmyndafræðileg afstæðishyggja sem að hjálpar kannski til við að sjá hlutina frá stærra sjónarhorni sem eru gagnlegir. Og þetta náttúrulega hlutir og hugmyndir sem að hippanir og svona róttæklingar í Ameríku áta alveg upp, sko, af því að þetta er svona hægt að nota þetta fyrir undirróður. Að tala sko að það er ekki heilagt. Bróta niður svona hugmyndafræðina. Akkurat, og það er mjög gagnlegt, sko. Og svona og hugleiðsla náttúrulega hjálpar í það að búa kannski til svona grunn, þar sem að maður fattar sko hvað er sko hlutir sem að ég er búin að tileinka mér annar staða frá og hvað er hugmyndafræðilega félagslega mótað. Mjög gagnlegt. Að sjá hugsanir sem koma og sjá hugmyndir og kannski tilfinningar að þú einhvern veginn er betur fær að gera þig grein fyrir því hvað þær koma og á hverju þær byggja kannski og svona. Já, hjálpa manni líka sko, og þetta er náttúrulega atriði líka sem að tekist á sínum tíma meðal róttæklingarna hippana í Ameríku, sko, eigum við að vera að velta okkur upp úr sjálfum okkur og vera að hugleiða eða taka sko LSD engum til gagns. Það er náttúrulega frægur frasi eftir sko Timothy Leary, þarna tune in, turn on, drop out, sko. Droppa út úr samfélaginu. Timothy Leary var hann ekki sálfræðiprófessor? Jú, í Harvard sem að akkurat, en reynda félagi hans, hann var Richard Alpert sem að fór síðan til Indlands og kynntist gúrú þar sem að gáði nafnið Ram Dass. Og hann starfaði lengi til því nafni og nýlega dáinn, blessaður. Og hann fór svolítið aðralið, sko, hann eftir að hafa kynst þessi indverskri hefði það fattað hann, ok, þetta er allt alveg hundgamalt sem við erum að grufla í, við erum ekki að finna nýtt, þannig að ég ætla svolítið að fella mig þessar gömlu höfðir. Og hann talaði svolítið akkurat þetta sem að ég var að koma inn á með, sko, þessar augar milli þessi mitt að droppa út og vera bara hugleiða og vera uppljómaður og taka þátt í samfélaginu, vera samfélagslega meðvitaður. Og hann var á þessar línu, sko, en við getum ekki flúið sjálf okkur og við getum ekki flúið samfélagið. Og hluti í rauninni af þessar andlegu vegferð er síðan að koma tilbaka og nýta þessa ró og þennan skilning sem við höfum til þess að sko bæta samfélagið. Þannig að þó að þú gætir kannski verið bara blissed out í hugleiðslu, bara liðið vel og einn út í horni að taka hugbreytandi efni og fá einhverja magnaðar upplifanir en kannski sérstaklega með hugleiðslunni að í staðinn fyrir að vera bara einn út í horni að finna friðinn og koma þá aftur inn í samfélagið með þessum svona. Já, einmitt. Vera kannski í ágæti jafnvægi sjálfur, þannig að þú ert kannski ekki alltaf að gera þetta í reiði eða alltaf að traumatisera sjálfan þig, sko. Það er mjög góð punktur að festast ekki í einhverju svona, maður hefur lesið svolítið Carl Jung og hann talar að stundum eru ómeðvitaðar hvatir eða svona einhver tráma sem er að reka mann áfram í að gera eitthvað. Eins og bara kannski besta og skýrasta dæmi væri alltaf að reyna, þú veist, að líta mjög vel út af við og safna fyrir brjálæðislega flottum bíl og þá ertu alltaf að svona bæta ofan og reyna að byggja upp sjálfsálitið þitt í augum annarra, sko. En kannski gerir ekki alveg grein fyrir því að ástæðan fyrir því að þú ert svona upptekin af þessu af því að þú varst slagur einelti í grunnskóla. En ef þú vinnur ekki í þessu að þá áttu að hætta á bara að vera í þessu alla ævi, sko, án þess að gera beint grein fyrir því sem gerðist. Já, og svo kemur náttúrulega Jordan Peterson og tekur þetta og talar að allir svona aktivistar og róttæklingar, þeir eru sko bara svo ósattir í sjálfan sig og eiga bara, svolítið á látt, sko, eiga bara vera hugsa sjálfan sig og taka til í herberginu og vera ekki að addast í þessu, en það er líka svolítið óheiðarlegt að mörgu leyti að því að hann er sjálfur í rosalegum aktivisma
og með mjög skýra hugmyndum hvernig samfélag að vera. Greinilega. Já, og að tala fyrir því og svona hálfgerður gúrú, sko. Þannig að þetta svona svolítið vopn sem þetta að nota til að berja á öðrum, sko. En í grunninn snýst þetta alltaf ákveðið jafnvægi og það alltaf þetta að takast áfram og tilbaka hvenær eitthvað fólk farið að ganga og langt í einhverju reiði og bara vera að hugsa sjálft sig eða hvenær það komið allt og langt í bara að hugsa sjálft sig, sko. Fyrir fólk kannski sem veit ekki að þá hefur Jordan Peterson, kanadíski sálfræðingurinn, haldið því svolítið fram að margir svona róttæklingar eða byltingarsinnar getur sagt að fólk sem vil breytingar í samfélaginu að Jordan Peterson haldið því fram að þau séu stundum rekin bara áfram að einhverjum svona ómeðvitum resentments eða svona hatri og ýmsu sem hefur orðið til í gegnum ævina, sko, og að þau séu í rauninni bara vitleysingar segja hann líka og þau vita ekkert hvað þau eiga að gera og við höfum ekki neina leið til þess að leysa ójöfnið. Þetta er rauninni bara eldgömmul íhaldshugmyndafræði eins og mjög margt sem kemur frá honum, bara þetta vinstra fólki bara rekja áfram að öfund og einhverjum vondum hvötum og það er bara að slappa af og græða daginn og grilla á kvöldin eins og við hinn, sko. En það er smá punktur þarna úr þessum jungísku fræðum finnst mér og bara sálfræðin er svona kannski gamaldags sálfræðan bara að segja. Já. En annars sé ekki einmitt að svona svolítið fara í smá sjálfsvinnu og kannski huglaði einmitt. Já, það er nefnilega það sem er svo lúmst í þessu að það er alveg margt til í þessu, sko, en hann tekur þetta bara svo rosa langt og innstyrningingslega, sko, beitir þessu bara á einn hóp sem er náttúrulega það sem hann lítur á sem sína andstæðinga, sko. Og vitleysan sem búin að vera vell upp á honum undanfarið, sko, fyrir alveg slær öll mörg, sko. Já, trans, sko, algjörlega búin að afhjúpa sig sem bara transhattara. Og hann sagði hann sagði í viðtali daginn að það að banna svona gay conversion therapies sem voru eins og svona gay conversion therapy þar sem bara heila þáttur ég held saman foreldrar að senda barnið sitt sem er kannski samkynhneigt í svona búðir til þess að reyna að lækna því og hann sagði, sko, að það að banna það hefði verið alveg bara disaster, sko. Katastrófi, sagði hann. Já, þetta er bara gamaldags íhald, sko. Hann var hjá Joe Rogan, sko, hann hefur reyndar verið oft hjá honum. Ég held að það verið síðast þegar var hjá honum þá voru þeir að tala svona transmálefni og Joe Rogan fyrir eitthvað að vitna í Douglas Murray sem er náttúrulega alvendur höfundur þarna Bell Curve og mjög löngsaga, sko, að segja eitthvað með þegar siðmenningar falla þá fyrir fólk að vera svo upptekið af kyni, sko, að gender, obsessed with gender, sko, og Jordan Peterson tekur undir það og minnst að bætir í því að þetta er bara eins og þarna, sko, satanic, sko, ritualanir og eitthvað bla 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 sem er náttúrulega bara eldgamalt svona íhald, sko, bara hræðsluáróður. Og nota þetta neomarxíska alltaf að tala neomarxista. Þetta er svo rosa mikið bara gamlar íhaldshugmyndir, endurpakkaðar einhvern veginn og þetta er alltaf eins og Joe Rogan var að afhjúpa, þetta er alltaf, sko, siðmenningin er að falla og bara það er svo mikil úrkynjun og við þurfum að berjast gegn henni með nefavaldi. Og setja biblíuna við nattstokkin. Akkurat, það er grundvöllurinn. En einmitt mér stæðilega magnað, sko, að fólk eins og hann og kannski fleiri sem að svona, þú veist, fólk hefur áhyggjur af stöðu mála í heiminum og það var að koma til dæmis, ef við horfum til Bandaríkjanna, það var að koma út könnun sem sýnir að ég held að það hefur verið 7 af hverjum 10 Bandaríkjamönnum finnst Bandaríkin vera að fara í ranga átt. Já. Og maður velti fyrir sér að það eru mörgum er heitt í hamsi þessa dagana. Það er mjög upptekinn að bölvaðir þessir og bölvaðir hinir. Margt sem er búið að gerast, náttúrulega heimsfaraldur, Rússar að ráðast inn í Úkraínu og mikið að gerast. En maður skilur sem ekki hvernig menn eins og Jordan Peterson og kannski íhaldið svona í víðari skilning horfir ekki á peningaöflin og hversu spillandi þau eru inn í stjórnkerfunum okkar. Já, ég held að það sé bara því að þeir fíla þann þátt, sko. Jordan Peterson er búinn að efnast mjög mikið á þessari fræðsinni og búinn að finna mjög margar leiðir til þess að breyta þessi peninga og hann er bara sáttur við það, sko. Ég held að, já, eins með Joe Rogan. Ég ætla ekki að setja kannski Joe Rogan endilega í þennan svona extreme íhaldsflokk, sko, hann er aðeins flóknari en það. En ég held að stutta svarið sé að
þetta bara liður sem að þeim hugnast og finnst bara fín, sko. Og kannski, og þess vegna hafa þeir ekki áhuga á að horfa á þennan þátt í því hvernig samþjöppun auðs bara grefur undan samfélögum. Og af því að það svo mikil blinda gagnvart þessu, þá alltaf verið að fara í þessa menningarlegu þætti, þessa félagslegu þætti og kenna jafnvel sko algjörlega jaðarsettu fólki sem að í rauninni sko hefur rosa lítil áhrif á samfélagi í svona stærra samhengi. Kenna því allt sko, þetta bara postmodern, neomarxískir, Black Lives Matter og antifascist, eitthvað blað, eins og ræðunar hans Trumps voru sumar hann alveg hrikalega sko. Akkurat, þetta rosa mikil sko skrifslávæðing. En yfir í annað, þú tókst þér smá tíma að vinna í, þú varst í svona geðheilbrigðisteymi, er það ekki rétt? Já, 2,5 ár. Ég nýlega hættur þar, var nættur að forrita sem ég menntaður í. Var eitthvað sem að kallaði á þig þangað? Já, sko þegar ég hætti í borgarstjórn 2018, þá var ég ekki alveg viss hvað mér langaði að gera. Ég langaði ekki aftur í forritun strax. Ein ástæða því að ég dróst út í pólitík var að ég var orðinn svolítið leiður af því. Já. En ég hafði náttúrulega fengið mikinn áhuga á geðheilbrigðismálum, bæði af því að sko bróðir minn hann með geðklofa og svona alls konar önnur tengsl. Þetta í fjölskyldunni að öðru leyti líka, svona víðar. Og líka af því að ég lenti sjálfur í geðrofi eða hluta andlegri vanningu, það eru þetta aðskilja þessu, svona 2010. Já, það verða svona óljósar línur, 2010 byrjaði það og tók alveg langan tíma að vinna mig upp úr því og svona púsla mér saman aftur. Þannig að mér langaði svolítið að ég fór fyrst að prófa þetta, fór fyrst á geðdeild, sá það auðlist, endist í nokkra mánuði þar, mjög þungt umhverfi, en var tómsegt. Svo sá ég þetta auðlist að það væri verið að ráða í fyrsta sinn á Íslandi svo kallar notendafulltrúa. Já, NPA ekki? Nei, NPA aðeins saman, sko. Þetta er ekki þessi persónulegi stuðningur sem að er mikið sko í verktakavinnu. Eða svona mjög, og er sérstaklega fyrir sko fatlað fólk almennt. En notendafulltrúi er manneskja sem að starfar innan geðheilbrigðiskerfisins en er svona ekki faglega menntaður. Heldur er áður á grundvelli persónulegrar notendareynslu. Þannig að notendafulltrúi kemur inn með þessa persónulegu þekkingu og það sjónarhorn. Og þessi geðheilbrigðisteymi eru eitt af því góða sem að fráfarandi heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir kom að laggirnar og eru rekin af heilsugæslunni og eru svona þverfagleg teymi. Þannig að það er geðlæknir, geðhjúkrunarfræðingar, sálfræðingur, íþróttafræðingar og félagsráðgjafar. Já, það er allir pakkin. Þannig að hugmyndin með notendafulltrúum er af því að þetta er teymisvinna, það eru reglulegi teymisfundir og allt unnið svolítið alveg ferst á teymið. Hugmyndin með notendafulltrúa er að þetta sé atriði sem að skipti máli í þjónustunni og í því hvernig hugsað er notenduna eða skjólstæðingana sko. Og þeirra réttindi og þeirra sko áralanga reynsla af sinn megin áskorunum skipti máli sko. Einmitt, og ferðin einhvern sem er svona til halds. Já, bæði innan teymisins til ráðgjafar og bara veita sér stjórnarnam á fundum og líka bara beina stuðning við notendur sko. Þannig að þegar fólk kemur inn þá bara farið sko yfir hvað þarft þú og hvað sér þú fyrir að geta nýtt þér, svo er fólki kannski vísað til annara innan teymisins og til dæmis notendafulltrúans. Hvernig hefur þið fundist svona upplifun þín vera af geðheilbrigðiskerfinu? Hún er náttúrulega svolítið misjöfn sko. Mér finnst þessi teymi mjög góð, þau mættu vera mun fleiri og fyrir fleiri. Það er náttúrulega komnir þarna eins og annars staðar biðlistar og þú þarft sko mat til að komast þarna inn, það er ekki allir sem að komast inn, þú þarft að vera í nægilegri þjónustust þörf. Og svo ég hef náttúrulega bæði verið inn á geðdeild sem sjúklingur og unnið á geðdeild. Já, þú ert með innsýn í þetta.
Þannig að geðdeildirnar, ég held að fólk sé að mikið að reyna sér besta með það sem til staðar, en maður sér það bara á öllum gögnum að þetta mjög undir fjármagna og hugmyndafræðin, og ég held að það líka staði af kannski skorti af fjármögnun kannski svolítið þröng. Hún ennþá pínu gagnar geðröskunum að fólki lyfjað og beitt svona þvingunarúrræðum. Það hefur skánað svolítið á seinni árum af því að það til dæmis lögð áherslu á að það ekki að binda fólk. Nei, mitt. Það tekið niður á svo kvöldlegu varnarteymi sem reynt að gera náttúrulega á þess að skaða fólk. Og fólk ekki læst inni nema í algjörnum undantekningartilfellum. Það eitt herbergi núna á bráðageðdeild þar sem að fólk sett í einangrun, en það vaktað alltaf ef að það gert. Það alltaf einhver sem situr yfir. En þetta náttúrulega miklar áskoranir í þessu sem að kosta peninga að taka á almennilega. Ef þú vilt koma inn eins og til dæmis geðhjálp, það sem að ég var í stjórn í smá tíma. Geðhjálp leikur áherslu á að útrýma öllum þvingunum sem gott markmið. En ef þú vilt gera það, þá þarftu að koma inn með aðra þjónustu, til dæmis að geta veitt kannski fyrir sólarhring þjónustu á kannski stað þar sem að fólk má koma og ekki þvingað til að vera á, eða þá þú getur veitt mjög stífa þjónustu þar sem að fólk heimsótt. En það náttúrulega kostar meiri peninga en að taka fólk inn og loka það inn. En manni finnst ég lærði sálfræði og kláraði BS-gráðu þar og þar var sýnt okkur hvernig svona fyrirbyggjandi aðgerðir eða fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónusta og fjárfestingar, og það skilir sér alveg margfalt. Akkurat. Það góður punktur líka. Það líka miklu betra en að bíða bara eftir að það komi upp einhverja krísur sem það þarf að taka á með þvingunum. Og einmitt gæti endað í innilokun og einmitt. En þá þarf náttúrulega að grípa fólk snemma, taka eftir hvað í gangi og þá þarf fólk bara gott aðgengi af reglulegri þjónustu. Og hér ekki einu sinni búið að fjármagna niðurgreiðslu sálfræði þjónustu eða að fella það undir sjúkratryggingar þó að þingið hafi samþykkt það einróma. En þó maður að heyra einmitt að það eru svona fleiri og fleiri sálfræðingar að koma inn í skólakerfið. Framhaldsskólana og grunnskólana held ég líka þeir eru að verða fleiri sem þetta stefnan bæði hjá ríki og sveitarfélögum að veita meiri nærþjónustu. Þannig að það svona aðeins verið að pekka í þetta, en grunnurinn að þessu bara grunnurinn af vandanum í heilbrigðiskerfinu bara að það ekki viðurkennt að það vanfjármagn. Einmitt. Hvað fannst þér þessar kannski sá deiluna Efling kom út með skýrslu og sagði að það var varla hægt að kalla Ísland norrænt velferðarríki? Já, mér fannst hún mjög góð. Þetta náttúrulega Stefán Ólafsson sem búin að stúdera þetta mjög lengi. Hann vel staðsettur innan Eflingar núna og ég held að þetta sé bara hárrétt. Þetta bara ákveðin mýta að við séum svona norrænt velferðarríki. Það var kannski rétt einu sinni, en það hefur bara fjarað undan þessu smátt og það eru bara meðvitaðar aðgerðir hjá stjórnvöldum. Þrátt fyrir loforðum annað? Já. Alltaf aftur lofa að bæta fjármagni hressilega? Já, lofur og stundum rétt við ekki lofur, stundum bara viðurkennt. Þetta sé bara gott eins og En svo svaraði háttvirtur fjármálaráðherra þessum skýrslum að hann sagði að við erum búin að auka, hann sagði nei, þetta ekki rétt, við erum búin að auka framlög helling til heilbrigðismála. Já. Ef við tökum tillit til aldurs eitthvað bla. Aldursamsetningar og annað, akkurat. Þú getur alltaf fiffa til með hvaða viðmiðum notar. Galdratölfræði, hvernig við setjum hann upp, en það sem hann sýndi einmitt að þá, þú veist, aukin útgjöld til heilbrigðismála ekki einu sinni halda í við hagvöxt, þannig að þetta rosa villandi það sem hann setti fram það. En heldur þú að ef að hugleiðsla kennd meira almennt að það myndi hafa víðtæk áhrif á samfélagi? Já, ég held það. Já, einnig líka. Já, ég held að mætti alveg prófa það.
af því ef við förum aftur í þessa austrænu spekja þá finnst manni svolítið sko að hún einbeitir svolítið á svona fyrstu persónu iðkun mikið. Já, mikið til. Með hugleiðslu og þannig að þá ertu mikið svona kannski inn í eigin hugarheim og inn í eigin meðvitund. Já. Á meðan að kannski í vestrinu að þá situr við fætur prestsins og hann les upp sannleikann fyrir þig. Já. Svolítið mikið þó að hinn hefðin fyrstu persónu hefði þessi til sko. Þetta er svona grói drættir en þetta er svona í gróum dráttum svolítið samt. Já. Af því að aftur í mjög grófum dráttum þá eru Austurlönd kannski meira svona kollektív þengjandi en við hér sko. Nefnilega. En með þessi hugleiðslu og annað að kenna það sem svona lausn á geðheilbrigði sem að ég er að mörgu lítið sammála þá sér maður stundum gagnrýni á þetta í þá eru að þarna sem bara vera að færa ábyrgðin á einstaklingin sko. Tekin svona dæmi eins og já fyrirtæki eru að tilengja sér þetta og bara kenna fólki að hugleiða að vera svona í núvitund sem svona lausn á stressi og þetta er svona annað, þetta er típun. Já, ég veit ekki hvort það var grín eitthvað tímann að það var sagt að Amazon var að bjóða verkafólki sínu sko að fara inn í svona lítið herbyggi í korter að fá að hugleiða sko, og taka út allt stressið. Já, ég hef ekki séð þetta, en þetta er örugglega rétt og algjörlega í þeirra anda svolítið að taka bara, já, þið bara takja ábyrgð þessu sjálf og sjá hvað við erum góðið að bjóða upp á þetta. Góðið upp á hérna korter pásu í hugleiðslu til að, einmitt. Já, algjörlega sko. Já, en við slegilegt þegar allt svona er notað til að henda þessu öllu út sko, að segja þetta sem bara allt humbúk og ekki gagnlegt. Það er ekki alveg að passa sko. Að þetta er eins og ég sé að það er þetta svona verkfæri eða aðferðafræði sem maður getur beitt eða æfing. Á sínum forsendum sko. Ég get alveg tekið undir það að það er ekki gott ef það verið að nota þetta sem kannski afsökun til að sko afsaka sko vont samfélag eða vont vinnuskilyrði. Þú ert ekki búin að hugleiða meira. En þetta er samt gagnlegt sko. Einmitt, nefnilega sko. En það kannski tekur smá tíma að læra þetta. Já. Fyrst er þetta ekki... Tilenga sér, ég held að það sé rétt alveg. Þú lærir þetta ekki eins og að tilengar einhverja þekkingu eða við lesum þetta, þú æfir þig, sko. Þetta er kannski líkara líkansrætt að því leyti, sko. Ertu með eitthvað góð ráð fyrir fólk sem vil kannski byrja að hugleiða? Bara að byrja hægt, sko. Ekki taka mikið í einu, byrja 5-10 mínútum í einu og ekki vera að flækja þetta, sko. Og það er til fullt af tólum á netinu sem að hjálpa manni við þetta, geta hjálpa manni að taka tíman eða þá upp sem að minna mann kannski á þetta, gera þetta daglega. Já, byrja bara hægt en samt reglulega, bara gera þetta hverjum degi og ekki vera að flækja þetta, sko. Því að fólk verður stundum að hugsa að þið vera að gera eitthvað sérstakt eða það snúst að hreinsa hugan einhvern veginn aktíft. Það snúst akkurat öfugt, sko. Þú varst að gefa huganum rými eða koma upp einhverjar hugsanir, þá er það allt í lagi, þú bara tekur eftir þeim og það er mjög gott að vera með akkeri í önduninu til dæmis. Það akkeri, sko, markmiðið þitt er alltaf að einbeita þér á önduninu, samt ekki stíft. Bara því að hugurinn mun reika, þú munt gleyma önduninni. Þannig að alltaf að reyna að muna að þú fyrir að hugsa eitthvað annað. Já, ég þarf að einbeita mér önduninni í staði. Finna fyrir henni og svona. Man eftir góðu dæmi að Alan Watts talaði maður vill gera tjörn, stilla tjörn. Og þá maður ekki að kasta steinum í hana. Akkurat, eða hræra eða... Bara liggja og bíða. Já. En heyrðu Halldór, þetta er búið að vera skemmtilegt spjall. Það er ég vona að fólk verði smá mótivera til að prófa hugleiðslu og ég vona líka að þetta sé að byrja smá kannski samskipti hérna í raunveruleika við fleiri pírata og svona píratahugsunin og sósíalismin og pælingar og það allt. Ýmislegt sameiginlegt, alveg klárlega. Nefnilega, stjórnarskráin kannski sérstaklega. Akkurat. Rosalegt, risamál. En takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir boðið. Takk gestir, við sjáumst næst. Gott kvöld.